Jæja, góðir, við erum velkomnir að skjánum Sport TV með ykkur hér í Mosfellsbænum og hér erum við að fara að sjá afturöldingu mæta nýliðum Selfyssinga og þetta verður fyrsti leikur sem að auðvitað fyrsti leikur í umferðinni, fyrstu umferð ásamt Fram og Gróttu sem fer fram á sama tíma. Sport TV ætlar að sýna allavega einn leik í hverju umferð hjá körlum og konum og það er ekki alveg ráðið hvaða leikið það er ennþá, þannig að það bara fylgjast vel með því á sporttv.is. En ég heiti Freyr Brynjarsson og með mér er aðal besserwisser handboltans Árni Stefánsson. Sæll Árni og velkomin. Sæll og blessaður. Hvernig líst þér á þetta Einvi hérna hjá, við byrjum á Selfyssingum aðeins, nýliðar, þetta lítur að vera að fagnaðarefni að fá deildir aftur? Já, þetta er mikið fagnaðarefni og þeir eru náttúrulega búin að berjast í mörg ár upp að komast upp. Þeir voru með rosalega flott lið upp úr 1990, ykkur 10-12 ár þá og voru að spila þá í efstu deild og spiluðu til úrslita bæði deild og bikar á þeim tíma með flotta leikmenn eins og Sigga Sveins, Valda Gríms og Einar Þórðar að þjálfa og svoleiðis. Þannig þeir eru búin að stefna lengi að því að komast aftur upp í fremstu röð og nú eru komnir þarna og það er bara tilhlökkunarefni fyrir þá að fá að spreyta sig með þeim besta. Já, við vorum aðeins að skoða hérna yfir mannskapinn. Það er ekki margir sem eru ekki heimamenn hérna í Selfossliðinu. Nei, þeir eru með Gretar markmann í láni frá Haukum sem er gríðarleg styrking og hann er efnilegasti ungi markmaður landsins. Allir aðrir í liði Selfoss eru uppaldir leikmenn. Það er bara magnaði 14 manna hópi að séu 13 uppaldir strákar sem hafa gengið í gegnum yngreflokkastarf, akademíu og annað og Selfoss hefur staðið vel að sínum málum lengi og þeir eru bara að bera ávist á því. Já, og eins og talar Gretar gríðarlega öflugur markmaður og getur einmitt verið maðurinn sem að skilar þessum stigum sem að Selfoss þarf til þess að halda sig í þessu deild. Klárlega og þetta er einmitt það sem hann þarf. Hann þarf að fá að spila, Haukarnir eru með góða markmann í Gítriusi og Gretar er búinn að sitja á bekknum undanfarin ár. Hann þarf að spila og helst bara 60 mínútur alla leikinn í vetur og þá fer honum fram og það er bara það sem við vonum að gerist. Já, það er kannski verðt að nefna kannski 2 leikmenni í liði Selfyssinga, það eru Haukur Þrastason og Teitur Örn Einarsson. Já, þetta eru ungir strákar. Haukur er náttúrulega bara 15 ára gamall og hann náttúrulega spilar ekki stórt hlutverk í þessum fyrstu leikjum, vonandi fær hann einhverja mínútur. Teitur er gríðarlega öflug skytta, strákur sem er 18 ára gamall og Örfeldur, sonur Einars Guðmundssonar. Landsliðsþjálfar, unglingalandsþjálfara, flottur. Þeir eru líka með Elvar Jónsson sem er að spila með 20 ára landsliðinu. Þessi 3 strákar eru mjög flottir og þeir eru bara hluti af þessu unglingastarfi. En það er bara gaman að sjá þá mæta sig á móti sterku liði Aftureldinga sem er náttúrulega búið að vera að berjast titla undanfarin ári í íslenskum handbolta. Já, þeir eru nú undanfarin ári í úrslitum móti Haukunum og hafa verið að stíga þessi kannski skref nú upp á við. Já. En ef við förum aðeins yfir Aftureldingu, Birkir og Gestur, þeir voru að spila með 20 ára landsliðinu og eru komnir svona inn í liði núna eftir að hafa verið í pásu í þessum æfingaleikjum. Nákvæmlega, þeir eru báðir örfettir, Birkir er hörkuskytta og góður skrokkur og honum hefur farið fram síðust ár gríðarlega mikið. Gestur er í horninu á móti Árna og það náttúrulega Árni Bragi var náttúrulega besti leikmaður Aftureldingar á síðasta tímabili. Hann markaðist maðurinn og stóð sér virkilega vel. Svo náttúrulega eru þeir með Pinnonen, alveg gríðarlega flotta leikmann sem náttúrulega kom virkilega sterkur inn í handboltan hérna í fyrravetur og eru komið Jón Heiðar á línuna. Elvar er kominn úr meiðslum. Þessi Elvar sem en kannski þeim vantaði Elvar í fyrra til þess að klára einvið. Hann misti mikið úr vegna meiðsla og nú er hann kominn hann inn og svo má ekki gleyma að það vantar ennþá inn í liði hjá þeim Böðvar, Pétur á línunni, Kristófer markmaður, hann er ennþá meiddur. Þannig að þeir eiga þessa leikmenn inni og eiga bara eftir að styrkja sig, en það verður gaman að sjá hvernig þessi leikur þróast. Já, það eru Aftureldingarmenn sem að hefja þennan leik og þeir eru með, eins og segið, byrjunarliðið klárt, Pinnonen og Elvar og Birkir hérna fyrir utan. Í hornunum eru Árni og Gunnar og línunni er svo línumannur Knái, hann Jón Heiðar, já. Datt út með hérna eitt skipti, já, hann er nýkominn, hann kemur hann er bara eins á samning, kemur frá IR. Já, hann er búinn að spila með HK, mér minnir að hann farið með til FH tímabili líka og svoleiðis, þannig að hann er
mjög reynslu mikill og góður strákur. Já, hér Pinnonen með skot, það fer framhjá. Og frábærlega stólið í Árna, kemst inn í sendingu, skorar hann fyrsta markið, gerir það. Árni Bragi Eyjólfsson skorar fyrsta mark leiksins og kemur afturhendingu yfir 1-0. Hér eru afturhendismenn með 5-1 vörn, spila hér með honum Kristi Hrannari. Kristi Hrannar. Já, og Kristi Hrannar sé hérna. Hér eru selvisingar fyrstu sókninni. Og glæsilega gert hjá Elvari Erni, skorar fyrsta mark sitt í leiknum, snýr sig hérna fram hjá varnarmönnum og Árni fær gulspjald. Árni hékk hérna aftan í honum og fær réttilega gulspjald. Sverrir Páls og Einar Sverris náttúrulega hérna í miðjuvörninni. Stórir og mikli turnar hérna á miðjunni, þannig að þeir geta lokka mikið á skotum. Já, nákvæmlega. Svo Guðni Ingvarsson, hann er alltaf búinn að vera í útlegð. Já, hann var með Grótt í fyrra og svo var hann íslensk og bikarmeistari árið þar á undan með IBVF. Já, nákvæmlega. Þannig að selvisingar að fá menn heim. Gretar verð þetta en frákastið Gunnars og Gunnar skorar. Gunnar Kristinn Þórsson fyrirgefðu. Gretar verð sitt fyrsta skot. Já, svo má ekki gleyma Árna. Hann er náttúrulega ennþá meiddur. Árni Steinn kom í Selfoss, óvænt Árni, myndirðu segja? Já, gerði það og svoleiðis, en hann bara var meiddur og þurfti að fara í aðgerð og hann náttúrulega kemur heim og fer til besta sjúkraþjálfara landsins. Já, það er rétt, Jón Birgir Guðmundsson. Árni er að læra sjálfur sjúkraþjálfun og hann veit út hvað þetta gengur og hann í höndunum á Jónda og hann gat ekki fengið betri mann til að hjálpa sem endurhæfinguna. En þarna var Árni bara í reikinn út af. Lendi þarna aftan í. Já, hann tók hann niður, þetta er hárrétt dómgæsla. Það voru selvisingar einu fleiri hér inn á línuna og Gunni tekur skotið í gólfið og yfir. Það er ekki að góða marki. Kerfi gekk alveg upp, hann var dauðafrýr á línu og Teitur fann hann flottur í sendingu. Já, en þá 2-1 afturhendingu vil 3:30 liðin af þessum leik og afturhending stillir upp. Selvisingar með 6-0. Þetta vörði sem að þetta er búin að leggja miklu áherslu á í vetur. Já, það verður þannig. Hér Elvar. Við sjáum að Afturelding tekur markmanninn út af og kemur aukamann í sóknina eins og svo algilt í nútíma handbolta. Já, þeir voru að nota mikið í Hafnarfjarðarmótinu og það eru lið að nýta sér þetta en þetta er dýrt ef þetta klikkar. Já, maður sá það á Ólympíuleikunum að það var mikið skorað yfir völlinn. Pinnonen missir boltann. Góð vörn hjá Selfossi, þarna neyðaði bara í mjög erfiða stöðu og þeir bara missa boltann. Já, þeir eru ekkert mikið að fara að hamra hann yfir þessa miðjublokk. Það er nokkuð ljóst. Þá koma þeir aftur einum fleiri í sóknu og taka kerfið aftur. Já. Teitur upp í loftið. Og frábær sending en glæsileg vörn þarna. Gestur blokka þarna á sendingunni í horni. Já, Gestur Ólafur Ingvarsson. Komin í hornið. Árni alltaf með 2 mínútur. Hér er sending á Gunni fyrir annars séns og hann skora núna. Já. Hann heldur þetta ekki fara fram með sér. Guldspjald á Pinnonen. Gunni að skora sitt fyrsta mark og annar mark Selfyssinga. 2-2. Við erum í Stefáni Sininu, hann var kókraustur. Hann talaði bara 2 stig hér í kvöld. Já, menn verða að vera sæmilega brattir. Þetta er mjög erfið byrjun fyrir fyrstu leikirnir en þeir hafa allt að vinna. Það er bara besta mál fyrir þá. Já, þeir eiga hérna, hvað var það, Aftureldingu núna, svo Val og svo Hauka. Vel spilað í Aftureldingu. Frábært spil. Vel slútað hjá Gunnari. Hann skora sitt annar mark. Pinnonen, hann galopnaði og sendi aftur fyrir sig út í hornið. Já, Guðni seldi sig aðeins þarna. Pinnonen er einn besti sóknarmaður í þessari deild, sýndi það í fyrra og
Mjög skemmtileg leikmaður, hann ekki stór en frábæra stökkkraft, mikla sterku og virkilega flotta hæfileika. Já, hann lengi í loftinu, hann að klóra sér hann aðeins lengi og hann að sleppa boltanum á horfandi tíma. Einar, þetta hörð hann sem hann fekk, en glæsileg sending og víti réttilega dæmt. Þarna vorum við að sjá Teit Örn Einarsson með frábæra sendingu á Guðna. Guðni, voru ekki að tala um Teitur, það var með 18 ára. Hér skoraði, það Elvar Örn Jónsson sem skorar annað mark sitt í leiknum, þriðja mark Selfyssinga. Elvar spilaði með stórt hlutverk í 20 ára landsliðinu sem stóð sér fínt á 7. seti í Danmörku sumar, og hann fekk fullt af myndu þar og var að spila bæði horn og í skyttunni og hefur vaxið gríðarlega síðustu ár, mikla framfærir og strák sem duglegur að æfa. Já, nákvæmlega. Þá var það Finnanen, Elvar, Birkir þar flugbraut, en sjáum hvort hann fá hana hér. Finnanen upp og tekur skoti, langt út að búta, frábært mark. Skorar fyrsta mark sitt í leiknum. Þá var það Einar og frábærlega gert hjá Guðna, blakar hann í hornið, en glæsilega varið hjá Davíð Svansinni. Hér Finnanen, sækir hratt og Gretar verður þetta frákastið, Jón og skorar. Jón Heiðar. Gretar varði hennar boltann beint í fangið á Jóni Heiðari sem að skoraði hraðasóknir hérna í gangi og mikið mistök. Og við erum að sjá Selfyssingana fara, tapa aðeins á þessu núna, það eru konið 2 mörgum undir á mjög stundum tíma. Já, fara illa með góð færi, sko. Herger fekk hann fínt færi í hóttunum. Já, mjög gott færi. Og hér Guðni að reyna að snúa sig í gegn og gerir það, en fær aukakastið. Og Teitur að finna Guðna vel á línni og það náttúrulega skiptir miklu máli. Þá það Elvar Örn á miðunni, stjórnar þessu, kemur Guðni að sækja Guðna. Hann fer sjálfur, sækir hornið hér. Þarna hann Andri og hér frábær spil, en þeir Árni slæra hann út af. Alexander Már Egan hann í horninu. Hendi Guðna upp, en það ekki marga sendingar. Og Guðni tekur skotið, en var ótrúlega hendin uppi og ég vil að þessi tekið á réttum stað. Þannig að nú skulum við sjá hvað Einar gerir, hann lítur að taka skotinu, kemur boltanum yfir og hér kemur skotið, það beint í fangið á Davíð. Og Teitur með skotið. Hvað málið með Selfoss og örvhenta leikmenn? Þetta eitthvað í vatninu þarna? Já, það virðist vera, þeim geta alveg upp hvernig á hættur öðru. Það er magnað hvað kemur frá þeim. Alveg ótrúlegt, hvað þeir bara á færiböndum sem að þeir framleiða örvhenta leikmenn. Ég held nefnilega líka annað. Einar Guðmundsson er búinn að vera duglegur að leita bara að bæði stóru leikmönnum, örvhentu leikmönnum. Hann er náttúrulega skólastjóri hérna og þekkir flesta krakkana og þeir eru bara með skiphamætt æfingar. Og það er líka hjálpað til og svo er þeir bara kenndur handbolti. Þetta er eins og, hvað heitir hann sem sér að klippa alla bæjarbúa, mikill Arsenal-maður og hann fær marga Arsenal-menn þannig. Þannig að þetta er... Það skiptir máli, þeir eru búin að eltast í stóra stráka og dreigið þá á æfingar. Og Elvar gerir þetta vel. Læsilega gert. 7. mark afturöldingar og þeir konur hér aftur yfir og þetta er vel gert. Elvar skora 3. mark sitt í leiknum. Gríðarlega öflugur hann af. Ástilla afturöldingum 6-4 og Selfyssingar mistu þarna smá einbeitingu og fengur 2 ódýr mörk á sig og eru núna að reyna að vinna það tilbaka. Hér leysir Gunnar inn í 4-2. Elvar reynir að sækja, þeir fara alltaf hérna, en hann fer inn á miðjuna, hann fer beint upp á Einar, en Gretar ver þetta stórglæsilega, auðveldlega kannski. Það var eiginlega beint á hann. Einar með skoti langt yfir. Já, Einar verður ekki verið að gera mikið hérna upp á spildunum. Nei. Þá koma Birkir, reynir að fara yfir handavitina, frábær varnarvinna hérna hjá Elvari.
stilla upp aftur. Selfyssingar fengu hér komum bara með rútu að stuðningsfólki. Já. Það er mikið áhuga á Selfossi og gaman að sjá hvernig þeir styrkja á stiga lið. Og þeir munu vantarlega mynda mikla stemningu á heimavelli sem er á móti Haugum í þriðju umferð. Já. Hér er Pinnonen, losar boltan á Birkir, Elvar, Pinnonen, þeir eru í vandræðum hér, afturöldingmenn, Elvar stígur upp og tekur skotið, þetta er beint á Gretar, en gulspjald á Einar. Já, þeir voru í vandræðum, þeir eru mikið að sækja hér utanvert, þeir þora ekki mikið að fara upp á þessa turnana 2. Það er aðalega Birkir sem hefur þórað og hann gerir það. Nei, hætti við, sendir á Pinnonen aftur á Birki. Hér er Elvar, sendir sendinguna, frín sending. Og Jón með glæsilegt mark, Jón Heiðar með annað mark sitt í leiknum. Frábær sending hérna. Góð færsla hjá þeim og endaði með fínu marki, 7-4. Þá var það Einar. Teitur og Elvar hér fyrir utan, mikið opið hérna fyrir aftan, þeir leysa inn í 4-2. Gunnar sækir á hann, Elvar, Einar komst í gegn, Einar kominn inn, gott færi, tekur skotið og skorar. Vel gert hjá Einari. Það getur hann svo vel. Þá sækja afturöldingismenn hratt, 7-5, afturöldingu vil, Pinnonen. Það er stilla upp. Það kerri 5. Og þá koma Birki. Kemur klipping, Birkir, Pinnonen. Birkir upp, hættir við. Og Guðni hérna. Já, Guðni fær gulspjald. Það er að fiska hann að bolta, hann Guðni, en það er erfitt að spila á móti Pinnonen, hann er snöggur og annað, en með alls ekki standa villist á hann skilur hann það bara eftir. Já, nákvæmlega. Koma þar aftur. Pinnonen, vel gert þarna. Fín vörn, já, en verri verðan Gretar og Gunnar. Glæsilega gert. Gretar er búinn að vera óheppinn, hann er búinn að verja. Já, það er ekki 4 bolta, ég held að 3 af þeim hafi beint í hendurna á móti. Já. Það er athyglisvert að sjá í liðunni hjá Selfossi núna. Það eru í liðinni sem er í sókn, þetta eru 6 leikmenn. Það eru 4 þeirra sem eru innan við 20. Já. Einar og Guðni eru eldri en Herger í horninu, hann er 19. Elvar er 19, Teitur 18 og Alexander Egan er 19 í horninu hinum megin. Og svo er Gretar 20 í markinu, hann er 5-7 leikmennir sem eru inn á að þeir eru 20 eða yngri. Já, það er magnað og það vonandi að reynsluleysið verði þeim ekki að falli í þessari deild. Nei, þeir eru bara að læra og þetta verður erfiður vetur fyrir þá og langur og allt svoleiðis, en þeir eru eftir að læra og þarna taka leikhlé, þeir eru 3 mörkum undir og það eru búnar 13 mínútur og munurinn kannski er sá að þeir eru búin að vera að klikka á góðum færum í sókninni. En hinum einn, þegar að Gretar hefur varið, þá hefur bolti farið tvisvar til Gunnars og döðafæri. Já, Gunnar er búinn að vera að nýta færið sér vel, komið með 3 mörk og úr 3 skotum, þannig að þetta er gengið vel hjá honum. Afturöldingin sem segir 3 mörkum yfir og það var þetta smá einbeitingarleysi sem að varð Selfyssingum að þetta fórskot myndaðist. Já, einu fleiri þá klikkaði Guðn á döðafæri línni og skömmu seinna klikkaði Herger á döðafæri í horninu. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er svona... Andri Már Sveinsson har hann hittu upp að því á Selfyssingum. Já. Sjá hvað þeir gera hér. Afturölding spila hér 5-1 með Indíánan vel framalega. Já, hann er að trufla svolítið sóknarleiki hjá þeim. Hann er ekki alveg eins mjúkir í sóknarleiknum eins og þeir hefðu viljað. Nei, nákvæmlega. Og Einar með frábærlega gert að ná að losa sig en Davíð ver þetta. Já. Mjög nauðsynlegt fyrir mitt Einar og Teit að taka menna og reyna að komast, vinna mann í sig, annan mann og losa svo boltan að taka skotið. Því að Afturölding eru svolítið tættir þarna en þeir hafa verið að spila þetta vel hingað til.
Árni var náttúrulega komið 2 mínútur hérna mjög fljótlega eftir Einar. Einar ætti náttúrulega að vera að sækja á hann miklu meira en hann gerir. Sem hann gerir það vantan hann núna. Nei, hætti við. Hann byrjar á drikni og Elvar, frábærlega gert Elvari. Hér er hvað? Guldspjald á Jón vantarlega. Þetta er að Selfoss að gera meira, ráðast meira á þá, fara maður og mann, reyna að komast í gegn og setja varnarmannin í erfiða stöðu. Já, nákvæmlega. Elvar er góður í því. Herger inn í horninu, Elvar tekur hérna Árna á, kemur boltanum á Einar, Einar reynir tróðanum hérna á Gunni. Já. Hvað dæmað er? 2 mínútur á Gunnar, já, var peysutók hérna. Gunni er að fiska hérna. Nei, ég held að hann hefði fengið víti, hann fekk það ekki. En mann út af. Já, afturölding búinn að rekna tvisvar út af, Árni og svo Gunnar núna. Það er spurning hvað Selfyssingar gera. Þeir eru ekkert mikið að nota þessa nýjustu tækni að skipta markmann út af. Allavega ekki, þeir eru einu fleiri en þeir eru með þetta kerfi og það gekk virkilega vel á hann. Já, vel gert, frábærlega gert hjá þeim. Öll 3 skiptin sem þeir hafa sett þetta upp, að þá hefur komið döðafæri. Fyrsta sendingin á Guðna, hann klikkaði, svo skoraði Guðni eftir sendingur á Teit og núna hann Teitur Elvar. Þannig að þetta kerfi er að svínvirka. Það er Teitur sem er á að stjórna þessu. Elvar tekur skotið og skorar, vel gert hjá honum. Elvar Örn Jónsson með 4. mark sitt í leiknum og 7. mark Selfyssinga. Hann er allt í öllu í sóknarleiknum. Já, hann er flottur strákur. Og þarna eru þeir komnir aftur með markmannin út af og eru á 6-6 í tókninni þó þessu leikmanni færi. Já. Sá Valsarinn að prófa þetta í Hafnarfjarðarmótinu, fengu 3 mark í röð á sig. Það maður þá líka Ólympíuleikunum. Þjóðverðarnir fengu 3 í röð á sig yfir völlinn. Það kemur Pinnonen. Já, kemur boltanum þarna inn á Jón en... Frábært að horfa á Pinnonen, hann er alveg magnaður. Og Elvar vel vakandi þarna. Hann finnur alltaf flott á kostinu. Já. Pinnonen, hann er mjög magnaður leikmaður en hann nær samt ekki alveg að halda út kannski heilan leik. Hann þarf að velja réttu mómentin. Hér er dæmt skref. Vonum svona, heyrðu, hann hendaður yfir völlinn en hann hittir ekki. Hver skaut þarna? Guðni. Guðni reyndi þarna að fá ódýrt mark en hann þarf að hitta á ramman. Hann er hundfúll. Mér varst þetta svolítið sérkennileg þessi dómur að dæma hann á Pinnonen. Þetta var bara óvenjuleg hreyfing, mér varst hann ekki verið að koma inn í 4 skref. Nei, en það er bara málið, þeir dæma óvenjulega hreyfing. Það er bara mjög algengt. Frábært hvað Pinnonen sækir þarna 2 í sig. Svo losa á boltan. Árni Birkir sig, reynir að koma yfir. Elvar er bara gríðarlega sterkur hann í vörðinni. Stendur rétt á hann og nær að loka hann af. Hann gerir mikið að sjá Pinnonen, en Gretar verið það. Pinnonen, ég segja Birkir, Selfyssingar hafa hljóta að farið vel yfir myndbönd af Birkir. Þetta er, þú sérðu nokkurn veginn hvenær hann er að fara í yfirfyndu. Ef hann kemur beint á því þá er hann bara að fara í yfirfynduna og annars tekur hann gótt skref og inn á miðuna. Það þarf að spila hann svolítið uppið en þetta er hörku skytta og flottur skrokkur. Þetta er strákur sem við verðum að leggja rækt við það því að hann gæti verið framtíðarlandsmaður í landsliðinu. En það er ansi margir einmitt örfendir að koma upp núna finnst mér. Já, mikið af flottur strákur. Hér er Teitur, Elvar. Frábærlega gert og hér er glæsilega klárað. Það er Andri Már Sveinsson sem að skorar 1. mark sitt í leiknum og 7. mark Selfyssinga. Þarna spiluðu virkilega vel, galopnuðu hornið fyrir honum og hann nýtti færi vel. Teitur var góðan í skiptuna. Herger menna ég. Þannig að þeir þarna er að kvíla inn á Sverris í sóknarleiknum. Það verður náttúrulega að dreifa mínútunum. Já, nákvæmlega. Það verður að gera það. Hér er Pinnonen að tróðanum inn á línuna. Já, gengur upp að koma boltanum í hornið og vel klárað. Kristinn er að... Kristinn Hrannar að skora sitt 1. mark. Já, það er ekki mörg skot sem að afturleikmenn hafa í rauninni klikkað í þessum leik. Nei, þeir hafa klikkað og þeir fengi boltan í frákastinu, þannig að það er góð. Það var að nýta færi sig vel hérna upp í fyrra hálfleik á þessum 18 mínútum.
Nú er komið á línu á Selfyssingum, heimamaður Eyvindur Hrannar heitir hann. Já. Hann kom mjög skemmtilega inn í síðasta tímabil og stóð sér vel í þarna. Það er vel klárað. Guðjón Ágústsson skorar sitt fyrsta mark. Það er enn 19 ára strákurinn, þannig að þeir eru ekki að flæðiskriðstall, þeir eru með 2 19 ára stráka þarna í hægra horninu, örfenda flotta. Þeir eru báðir mjög frambærilegir. Yfirsýnin hérna hjá Elvari frábær, Elvar Erni, og ná að koma boltanum í hornið, það er vel að þessu vikið. Og minnka munin aftur í 1 mark, 9-8. Og leysa þær inn, Kristinn Pinnonen, Birkir. Guðni náttúrulega komin hérna á miðuna. Og Pinnonen, Guðni á línuna. Þetta er frábær varnarvinna og það keyra hérna upp. Og hann er komin einn í gegn og skorar. Andri Már Sveinsson skorar annar mark sitt í þessu leik. Og jafnar leikinn 9-9. Frábær kafli hér hjá Selfyssingum. Og í þessu kafla sem þeir eru að skipta mönnum inn á. Já, þeir eru bara að spila góða vörn og þarna lendi bara Aftureldingu vandræðum. Vörnin stal línusendingunni og Andri var fyrstu fram með, þeir fekk góða sendingu. Þannig að vörnin er gríðarlega mikilvæg. Hér er aftur. Birkir er einhvern veginn ekki alveg að koma á réttu staðina, finnst mér. Pinnonen vildi fá hann í klippingu en já, þú veist samt ekki alveg hvað Pinnonen er að fara að gera, sko. Nei, hann er svo hraður og hinn er ekki alveg með á nótunum. Hérna er frábær varnarvinna. Sverrir er sterkur. Já, þetta er alveg rétt ágæsla. Fín vörn og Einar er búinn að fá nóg. Já, tekur leikli. Og góður kafli hjá Selfossi, búinn að koma þeim aftur inn í leikinn og jafnleikur og bara virkilega gaman að sjá þessa baráttu. Já, tóku leik. Mér finnst sóknarleikur í Aftureldingu að Pinnonen á að gera alla hluti og það er eins og hinni bíði bara eftir hvað gera eins og þú sagðir áðan, að stundum eins og menn viti ekki alveg hvar og hvenar þeir fái bolta. Nei, hann er svona ákveðið bara á síðust stundu hvað hann ætla að gera, sko. Og hérna þeir ná ekki alltaf að lesa, hann er svo hraður bæði á fótunum og í greinlega haustum líka. Nei, við vantar aðeins meira að fá Elvar inn í þetta, hann er búinn að hvíla sig aðeins núna, spilur hvort að koma inn aftur og sóknarlega og hann kannski ná aðeins meira ró yfir þetta. Og Pinnonen getur nefnilega skotið bara upp úr þurru og bara rátt fyrir þetta að punta. En hérna, þetta er búið að vera frábær vörn hjá Selfyssingum, það má ekki taka það inn. Nei, þeir eru búin að spila hana vel og loka vel miðjursvæðin og bakverðin er búin að vera tiltölulega árásargjarnir, bæði Guðni og Elvar og náðu að stoppa sínu menn og Guðni er búin að halda Pinnonen tiltölulega niðri og Elvar er búin að spila vel á Birki hérna megin. Já, Pinnonen er bara með 1 mark. Elvar Örn hjá Selfyssingum kom með 4 og Gunnar Þórsson með 3 hjá Aftureldingu. Markvarslan. Og Guðni Kristinsson góðinn hann á miðjuna. Já. Að stjórna leiknum. Hann er mjög klókur leikmaður og gæti nýst þeim vel í að reyna að finna opnarinn á þessari vörn. Já, þeir leysa hér inn í 4-2. Pinnonen á vantarlega að koma hér á krafti. Þeir sækja klippan og hann fær upp. Ætti við boltinn inn í hornið á Átna. Þetta er beint á Gretar. Þannig að lokaði Gretar bara vel. Já. Þetta var vel spilað hjá þeim og bjuggu hann til fínt færi fyrir Átna. Átnin er vanur að nýta þessi færi og mjög góður leikmaður Átni Bragi. Þetta er frábært tímabil í fyrra. Það var bara annarkort og mikið harpiks eða og lítið þarna í þessu tilviki. Ég þekki þetta. Já, Átni, hann er mjög öflugur hérna í nokkur leiki og einn leik hérna í Hafnarfjarðarmótinu og á mikið inni. Já, læsið að spila hér fyrir hann inn og þröngu færi. Þriðja markið þessi hans í röð. Já, Andri Már Sveinsson svo sannarlega að koma með góða innkomi hér. Þarna spiluðu vel Elvar og Hergir. Hergir kom í tjekka aftan við Elvar og fekk í sig hornamanninn og spilaði út í horni á þröngt færi og Andri kláraði það gríðarlega vel. Já. Gerði þetta glæsilega. Þá var það Afturelding, komið marki undir hér, fyrsta skipti í þessu leik, Guðni. Þetta er Elvar bara tekur vel á honum. Já, það var skref líka á hann þarna, en það var brotið á honum áður. Þá leysaðir aftur inn í 4-2, Átni er ennþá inni, Pinnonen. Hér fá Guðni dauðafæri og víti og 2 mínútur á Elvar. Þannig keyrði Guðni bara í gegn, sko. Já, hann hljópa á sér. Það var það Átni sem fer á vítalínuna. Gretar Ari Guðjónsson á mót honum.
Og hann skorar á Árni. Árni Bragi Eyjólfsson með annar mark sitt í þessum leik. Og jafnar, hér koma Selfyssingar með aukamannin á. Já. Þeir eru einu farið, þá ætlar að nýta sér þetta. Já, sjá hvernig þetta þróast hjá þeim. Sývondi með allt klart hver á að skipta. Já, það sé ekki Teitur sem er að flýta sér út af, eða Guðjón í horninu, það er svona styrst fyrir þá að fara. Teitur vantarlega, eða nei, mér sýnist hann vera hérna, hann Guðjón, eigi að skipta. Já. Og Andri, Einar, Hergeir, treður sér í gegn og skorar næstum. Frábærlega gert hjá honum. Þarna fór hann á kraftinum og það skilaði sér. Varnarleikur kannski ekki nægilega góður hérna. Nei, voru... En þarna bara fór hann á... Hann ætlaði sér. Já, hann ætlaði sér hérna og gerði það. 11-10, Selfossi vil. Það kemur. Það gerist. 2 mínútur aftur, Einar. Það hrindir honum í loftinu. Já. Það þarf ekki mikið að koma við pinnunum. Nei, hann er komin hérna við látt sko. Þannig að nú eru 2 færi. Já. Í 50 sekúndum tæpar og... Ættu eftirhendinga, ættu nú að fá ansi gott færi núna. Já. En það er oft þegar menn eru svona parkir á móti. Hann var Gretar að kalla, hann vill fá þá inn úr hægra horninu. Hann var að benda þeim að Árni Bragi ætti að fara inn, loka hinum einn. Ok, það hljótar að vilja það. Já. Nei, það er Birkir já. Það er frábærlega gert. Virkilega vel gert. Finnoninn sér til þess að klára þetta almennilega. Við vorum að lendi í vandræðum. Birkir ógnaði ekkert á markið og... Þannig þeir góttu þétt. Já. Já, hann vildi bara, hann ætlaði að reyna að stjórna þessu. Já, hann bara sagði þeim að, hann bara benti, ég vil fá þennan inn. Þá var það. Já, Hergeir. Vinna hann að tíma, það er ekki ná 5 sekundur í fyrir mannin. Nei. Reyna að fá. Kemur Elvar inn á. Teitur, Elvar. Hergeir, hann fara á kraftinu aftur, gerir það, en hann sér við honum, hann er markið á Davíð. Tiltöluðu þetta. Já. Þeir flýttuðu sér á mikið, Elva og Níko inn og þeir hefðu getað að gefa sér tíma til að þarna vera betri sókn. Já, Birkir, glæsilega gert. Skorar fyrsta mark sitt í þessum, nei, fyrsta mark sitt í þessum leik. Tólfta mark afturöldingar og þeir komnir yfir aftur, honum yfir 100. Klippaðir Elvar út. Já, hann er búinn að vera þeirra bestu maður. Sverrir er komin á hægri vænginn hérna. Hergeir, Andri, Hergeir í móti. Frábærlega gert hjá Hergeiri. Alltaf þorðan bara og lét fara. Hrafn Ingvarsson kom engum vörnum við þarna í vörninni. Og Davíð sá boltan aldrei. En allt og seint. Þá er það rótnir jafnmargir. Guðjón Ágústsson kominn að inn á í hægra hornið. Þá stillaðir upp Guðni. Sækir í Birkir upp og frábær varnarvinna hjá þeim hana. Eyvindur gerði þetta glæsilega, fín vörn hjá Jónari. Það var Eyvindur Hrannar hana sem að rauninni aðeins kom við hann. Kom við hann og sett hann aðeins úr jafnvægi og fyrir vikið var skotið bara lélegt. Þeir voru ekkert að velja með fríkastinn eitt, dómarnir, láta þetta fljóta betur. Að Teitur Elvar Línan dauðafríu, sá hann ekki. Teitur, fína hreyfingu, glæsið skot og hvað, ekki dæmt. Þeir eru slána á niður hann að hörkuskot, hann er mjög fastur Teitur og hann hefur bara lítið reynt að skjóta til leiknum, kemur óvart af því hann er yfirleitt frekar skotglaður. Já. En hann er búinn að frábæra línusendingur og skila sínu þannig.
Og það afturhending, Pinnonen. Árni komin hérna í skiptuna. Það voru hraðar í sóknarleikurinn hjá þeim. Já. Pinnonen óhræddur að fara inn í gegn og hér tekur skoti í stöngina og Selfyssingar ná frákastinu og keyra upp en frábær varnarvinna hjá Árna. Vinnur þennan bolta. Og Guðni lendir í vandræðum, nær að koma boltanum og nær boltan aftur og Ruðningur dæmdur. Ruðningur dæmdur, Elvar Örn Jónsson. Fiskaði þetta. Já, fiskaði þetta. Býtur nú við og Grétar fljótur að taka þetta. Guðjón í döðafæri. Og skorar. Afturhaldningsmenn alveg sofandi hérna. Skilji ekkert í þessu og gulspjald á bekkinn. Ég skil Einar að vera ósáttur við þetta hennar Ruðning hérna. Mér fannst Elvar farin í teginn og hann lauma sig fyrir þegar Guðni var búinn að koma sér í gegn. Já, það var rosalega lengi tilbaka. Stoppuðu hann bara. Og lengi verið að taka með þessu aukakastu og annað en Grétar sér síðan Guðjón aleinan hann fram í hóttinu. Og það Pinnonen. Hætti við, kemur boltanum á Árna. Árni aftur á Pinnonen. Það er góð færsla á vörðinni. Já, Guðni, Pinnonen. Pinnonen hendir boltanum út af. Og Andri með langa sendingu fram. Þetta er frábærlega gert og hann skorar. Guðjón Ágústsson. Ískaldur þarna, setur þarna á hausinn á honum. Já. Guðjón kom með 3 mörk. Hann kom ekki inn af henni eftir 15-16 mínútur og já, saman með Andra, hann með 3. Einmitt, þeir eru búin að skila sínu hornamenni sem við komum inn á. Svo sannarlega það sé að vinna sér inn stöðu í liðinu. Já, það er bara samkeppni, það er náttúrulega bara. Það var Guðni. Árni upp og Grétar verið þetta, frákastið. Og enn einu sinni fær afturhelding, frákastið. En Grétar er að taka skot sem hann á að vera að taka. Já, nákvæmlega. Það var fótur hann var að reyna að tróða inn á Jón Heiðar, þetta var mjög erfitt og hann var strangur í gæslu. Já, staðan 12-10 hjá Fram og Gróttum. Boltinn gengur ekki nægilega vel hjá afturheldingu og þeir eru í smá vandræði með úttilínuna. Það vantar náttúrulega Böðvar en þá Elvar er ekki greinilega búið að finna sig. Frábærlega varið. Og Grétar sitjandi sending fram og hann skorar. Og þetta var ótrúlega. Sendingin með fáránleg. Grétar með satt á gólfinu og sendi 30 metra sendingu. Þetta var alveg magnað. Kemur Selfyssingur 15-12 yfir hér þegar 30 sekúndur. Og kveikir í áhorfendum. Það er mikið líf og fjör hérna á bekkjunum núna hjá Selfyssingunum. Þeir eru konir í óvænta stöðu, 3 mörkum yfir og hálf mínútu eftir að fyrir áleik. Já, frábær kapli hjá Selfyssingum. Og hér er Elvar með skoti, það fyrir í skeytin hérna. Já, þeir halda boltanum. Og það er þarna loka Hergir glæsilega. Já. Kristinn var dauðafrýr í horninu. 15 sekúndur eftir. Já, Guðni. Já, Elvar. Árni, þeir eru í vandræðum, þetta er vel gert hjá þess að Jón Heiðar klárar þetta með marki og leiktíminn liðinn 15-13 Selfyssingum í vil eftir frábæran lokakafla hér og þeir leiða þennan leik. Markahæstir hjá Selfyssingum er Guðjón Ágústsson sem kom með frábæran kafla og búinn að skora 4 mörk. Elvar Örn Jónsson með 4, sömuleiðis hjá afturhendingu er það Jón Heiðar með 3 ásamt Gunnari Kristni Þórsinni og Grétar Ari með 9-8 varða samkvæmt mínum flokkum. Já, samanlega. Og staðan var 12-11 fyrir afturhendingu, 23,5 mínúta búinn en þá koma 4 mörk í röð frá Selfossi, breyta stöðunni 12-11 í 12-15 og það var fyrst og fremst að voru að skora úr hröðum sóknum og hraðahlaupum. Og vörnin er að standa mjög vel hjá Selfossi. Þeir eru búin að fá á sig 12 mörk en þeir eru búin að spila virkilega vel. Þeir eru á kafla voruð 2 færri þannig að þá fengu þeir á sig 2 mörk og svoleiðis en heilt yfir er vörnin búin að standa mjög vel og afturhelding er í miklum vandræðum. Sóknarlínan hjá afturheldingu, það vantar Böðvar í þetta. Jóhann, náttúrulega Gunnar Einarsson er þarna náttúrulega hættur og Jóhann Jóhannsson. Það er mikið skörð þar og meðan að Böðvar er ekki klár. Elvar virðist ekki alveg vera komin í sitt besta form heldur. Þannig að þeir eru í svolítið vandræðum að
á móti þessari vörn. En við ætlum að taka okkur stutt hlé og komum vonbráðar með seinni hálfleikinn, farið alls ekki langt. Meat and Cheese, pítsan sem allar hina pítsurnar öfunda, enda vinsælasta pítsa. Domino's. Og þau fara saman heim til hans, hún fyrir eitthvað rót í ruslinu og finnur óléttupróf. Var það jákvætt? Veit það ekki. Við erum ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. You have 36 hours to eliminate all the targets on this list. Or they will eliminate me. I spent my whole life setting people up to die. Doesn't set you up to live. Mechanic Resurrection. They're relentless, aren't they? So am I. Frumsýnd 9. september í Sambíónum. Hvort sem þú vilt dotta í makindum yfir dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Algjörlega ómissandi með leiknum. Domino's. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig. Reitir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf fer að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Samfimm kynir. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We've lost both engines. Cactus 1549, do you need to return to LaGuardia? We can't make it. We're going to end up in the Hudson. Simulations showed that you could make it back to the airport. Not possible. If he had followed the rules, we'd all be dead. What if I did get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? People call you a hero. I don't feel like a hero. Sully! Sully. Forsýnd helgina.
Meat and Cheese, pítsan sem allar hina pítsunar öfunda, enda vinsælasta pítsa. Dominos. Og þau fara saman heim til hans. Hún fyrir eitthvað rót í ruslinu og finnur óléttupróf. Var það jákvætt? Veit það ekki. Við erum ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. You have 36 hours to eliminate all the targets on this list. Or they will eliminate me. I spent my whole life setting people up to die. Doesn't set you up to live. Mechanic Resurrection. They're relentless, aren't they? So am I. Frumsýnd 9. september í Sambíónum. Hvort sem þú vilt dotta í makindum yfir dagskránni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel, hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Algjörlega ómissandi með leiknum. Dominos. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og þar hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig. Reytir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. Samfimm kynir. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We've lost both engines. Cactus 1549, you need to return to LaGuardia? We can't make it. We're going to end up in the Hudson. Simulations showed that you could make it back to the airport. Not possible. If he had followed the rules, we'd all be dead. What if I did get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers? People call you a hero. I don't feel like a hero. Sully. Forsýnd helgina. Jæja, góður, velkonir að skjánum aftur sporttími með ykkur hér í Mosfellsbænum og hér eru að mætast Afturelding og Selfoss í fyrstu umferð Ólisteildarinnar. Ég heiti Freyr Brynjarsson og Árni Stefánsson hér með mér. Árni, þetta búið að vera fróðlegur fyrir hálfleikur. Já, þetta búið að vera bara skemmtilegur. Það búið að vera athyglisvert að sjá hvað Aftureldingur hefur gengið illa að ráða við sterkan varnarleik Selfyssinga og það svona hefur verið aðall Selfoss í þessum leik, góðu varnarleikur, Greta búin að verja ágætlega en á vísu ekki fengið frákostin og svo hafa Selfyssingar náð að nýta sér þennan góða varnarleik með að skora mörk úr hraðablöfum og þar skilur á milli staðan en það er hellingur eftir í svo reynslan áttur að vega þungt held ég fyrir Aftureldingu í seinni hálfleik. Þeir eru með öfluga menn sem eru búin að standa í þessu lengi og það geti orðið erfitt fyrir Selfyssingarna með 4-5-20 stráka inn á lokakaflanum að klára þetta með sæmt sko. Já, það var eins og Afturelding var að brenna svolítið á því. Ok, þeir voru að áttu erfiðleikur sóknarlega en það afsakar ekki að hlaupa ekki tilbaka. Nei, það er hárrétt og við skilum þessu mjög seint og illa tilbaka og þessu frábæra sendingar þarna fram líka en menn eiga ekki verið svona galfríðir eins og voru. Og við sjá hvað Afturelding gera hér. Komum vantarlega vandbrjálaði til leiks. Einar kemur boltanum hérna í hornið á Guðjón. Við erum búin að vega frábæran fyrirháleik, kom inn seint í fyrirháleiknum, skoraði 4 mörk. Teitur
Góða yfirfittu og þeir eru komin í gegn og skora. Einar Sverrisson. Þetta var Teitur sem bjóð þetta til. Já, hann er að spila rosalega vel þó hann sé ekki að skora. Já. Þá er hann mjög öflugur. Hér er brotið Árna, haltrar eitthvað. Hann er alltaf leið með hann, já. Já. Teitur er ekki búinn að skora mark, ég hugsa hann sé búinn að eiga 5 stóðsendingar sem hafa gefið mark, þannig að það er mjög gaman að sjá það og hann búinn að eitt skot í slána, þannig að hann á eftir að setja hann inn og það er virkilega gaman að sjá hvað hann er flottur spilari, ekki bara að skipta, heldur er hann að spila upp í samherjan og opna fyrir þá. Já, nákvæmlega. Hann er Birkir konar miðuna í færi. Inn á tróðanum hérna, Jón, nær boltanum, nær skoti, gengur ekki upp. Var ekki góð jafnvægi þarna, þannig að koma Selfyssingar, þetta er 2 mínútur á Elvar. Já. Þarna leppur Nathan í Einari og bakklaufi. Já. Hann sást allan tíma hvað Einar var að fara að gera og hann mista frá hjá sér. Elvar ekki alveg... Við sáum þannig aðan baráttunni í vörninni á Selfossi. Jón fekk sendingu 0, þeir voru 2 að berjast það. Enda með að Jón náði boltanum, var í engu jafnvægi þurfti að skjóta úlískoti sem var ekki líklega til afreka. Þannig að þeir eru að spila frábæra vörn Selfoss. Já, nákvæmlega. Þá var það Selfyssingar, einu fleiri. Frábær skot í Ölvari. Við líka stökkraftur hjá drengnum líka. Og hann klínur hann upp í þagnetið. Og Davíð ósáttur við sjálfan sig hann. Þetta meina hann að taka þetta. Og staðan hún 17-13. Selfyssingum við vil. Þeir eru að byrja hérna mót vel. Og þennan leik. Þú sjá hvort að það skilir sér andan og þessi sending skelfileg. Sástu Sverrir, kom hann út úr vörninni, truflaði. Birkir varð óöruggur og henti boltanum þarna bara beint út. Já, Selfyssingar þurfa náttúrulega bara að nota nýjafylla kvíði núna út af því að sjá bara afturhending eru í vandræðum. Þannig er aftur einum fleiri og þeir eru búin að nýta þær sóknir vel. Það var fengið dauðafæri í hvert eina skipti sem það er. Já, hér er markmaður góð af Einar Elvar á Guðni. Skorar! Þetta er ótrúlega vel spilað, einum fleiri, þeir galopna og fá dauðafæri. Já. Núna þeir eru búin að breyta, í fyrri hálfleik var það þannig að Elvar leist inn á línu, Teitur kom og valdi kostina. En núna er það þannig að Einar Sverrisson leist inn á línuna, Elvar er komin í lofti, skaut á hann og núna fann hann Guðna dauðafrían. Þannig að þeir leysa þessa stöðu virkilega vel. Já. Breyta aðeins til og frábær varnarvinna Guðni. Markið er opið. Það er enginn í markinu Guðni minn og þú skorar þarna núna. Hann reyndi að hendi við völlin áðan en það tók ekki á þetta það. Dribla aðeins nær núna og skoraði 19-13. Selfoss í vil og afturhaldningsmenn eiga engin svör hér virðist vera. Það er virkilega gaman að fylgjast með Sverri Pálssyni, hann er búinn að rjúka út úr vörninni í tvígang og við það hefur komið mikið hik á afturhaldingu og þeir eru búin að missa boltan í kjölfari. En núna eru orðnir jafnmargir aftur. Pinnan verður að fara að skila meiru. Birkir kemst inn á miðuna, flugbraut og skorar. Hann er sterkur þegar hann kemur á ferðinni. Selfyssingarnir samt klókir þarna öðrunni að auðveldlega geta rekið út á 2 mínútur hefur þeir haldið áfram brotanum. Þannig að það voru frábær vörn á Selfyssingum og nú er það Selfyssingar sem að stilla upp. Geta skorað 20. marki, komið 6 mörkum yfir hér. Aftur. Við sjá hvað þeir gera hér. Teitur, Einar, Elvar. Hér fyrir utan, Guðni kemur og sækir boltan. Sækir, hættir við að sækja Teit, Elvar. Teitur, Jón gerir þetta glæsilega, stígur hann vel út. Já, Jón truflaði hann vel og tók taktinn úr þessu kerfi. Já, hann las þetta. Við setja bara upp aftur. Stullaður upp. Gerði 2. Einar. Teitur. Já, frábær sending! Glæsilega gert, ógeðslega flott sending hann. Og Guðni klárar þetta með stæl. Guðni að skora sitt. Já, hvað, 4. mark, síðast mér. Já. Og Einar, hann alltaf, sko, mennilega er maður ekki að lofa svona sendingar, þetta var alveg með 2 menn í heilsina Guðni. En það var smá smuga og Guðni fór þetta á grindinni. Já, hér er Elvar. Elvar upp í loftið og Birkir kemur aftur. Pinnanen, Birkir. Undirskot en Gretar Verða. 10. skoti hans sem að
Greta Ver, samkvæmt mínum bókum. Já, sammálaður. Það var Elvar með skot á skrefinu, frábær skot. Hörku skot. Og þeir náðu þessu bolta, Guðni náði frákastinu. Langaði að reyna það að rífa sig í gegn en... Já, hætti við. Gunnar að reyna að stela boltanum, hann er komið fyrir framan núna. Kristín Rannar var fyrir framan hérna í fyrri hálfleik. Sjá hvað þeir gera hérna, klipping og innlýsing. Teitur fær boltan aftur, upp, Elvar upp og skorar. Glæsilegt mark, 7. mark hans í þessu leik. Það er mjög gott flæði í sókninni hjá Selfoss. Já, Sölvi Ólafsson að gera sig kláran, kom inn á. Hann er einmitt selfisingur. Leiklér. Hann kom inn á mót sínum gömlu félögum, spilaði með þeim fyrir nokkrum árum. En í sóknarleiknum hjá Selfossi núna, seinni hálfleikinn, að þeir eru búin að, boltinn er búin að ganga virkilega vel. Þeir menn eru að mæta bolta svo kölluð á og þeir eru kerfin á hreinu og eru að spila virkilega góða sókn. Þannig að Afturelding, að þeir eru búin að líta illa út í vörðinni í þessar fyrstu 6 mínútur. Sóknarleikurinn líka skelfilegur áfram. Eitt mark hér í fyrstu 6 mínútur leiksins, seinni hálfleiks hjá Aftureldingu. Á móti 6 mörkum hjá Selfyssingum. Þannig að þeir eru svo sannarlega að halda áfram hér eins og þeir enduðu fyrri hálfleikinn Selfyssingarnir og með þessu áframhaldi þá verður þetta walk in a park, eins og ég segja. Það er langt eftir, Selfyssingarnir geta ekki fara að telja neinar hænur strax, skal ég segja. Leikir eru fljótir að breytast og það bara að kvikna á pinnunum. Mér finnst það svona, Elvar þarf að láta meira til sín taka og pinnunum, þá breytist þetta á skömmin tíma. Það þarf meira hörku í þetta, Afturelding þarf svona meira fighting í þetta til þess að koma sér inn í leikinn. Það er engin óléttur hérna inn á alltaf að því sko. Nei, ég veit. Eins og öðrum íþróttum. En hér eru Afturelding menn, Elvar. Gefur boltanum á Birki. Pinnunum upp og tekur skotið en Gretar Ver þetta. Hann heldur áfram að loka rammanum, Pinnonen. Það er ekki að koma boltanum hann framjá. 21-14. Þetta er... Gretar er komið 10 skot og það verður að segja eins og að það er náttúrulega hlýtur að vera gaman fyrir markmann að spila fyrir aftan svona vörð sem er að gera skiptunum lífið leitt og þeir eru fannir að skjóta úr erfiðum stöðum og eins og þarna og hann er hirðið þau skot. Já, og Gretar bara í þinn kaliber, hann tekur sína bolta. Gríðarlega flottur strákur og magnaður handboltamaður. Já, Teitur sendingu yfir á Elvar. Elvar tekur snúningir hérna, kemst í gegn, tekur skotið í stöngina en búið að dæma aukakast. Já, stillaður upp aftur. Guðni kemur næri boltan, næri Teitur hefur þetta, svo kemur stimplun. Elvar á Teitur að leita hér að línumanninu, hætti við. Hendi komin upp. Elvar, Teitur til að taka skotið, gerir það. Og það er beint í fangið að Sölva. Sölvi verð sitt fyrsta skot. Afturelding fljótur, nei. Frábær markværsla en Elvar brotlegur. Hann hljóp í gegnum teginn, hann snerti ekki Árna en hann truflaði hann. Árni fær vítið. Anton með þetta á hreinu, en vel var hjá Gretari, hann tók hennar boltan. Við erum að gefa hann þetta. Farið, það var það. Árni, hann skorar. Annar mark Aftureldingar hér í seinni hálfleik. Þeir ekki verið klárir í þessu leik og ágættir hérna fyrstu 15. En svo hafa Selfyssingar bara... Það voru yfir eftir 23 mínútur 12-11 en kannski á þess að það verið að spila neitt góðlega samfærandi. Nei, nákvæmlega. Þá var það Elvar, sendir í horni og Andri. Erfitt færi að Sölvi er að verja þarna, hann er búin að taka 2 skot strax. Sölvi þekkir þessa stráka. Andri að er fín sending og glæsilega klárað. Jón Heiðar skora 4. mark sitt fyrir Aftureldingu og minnka munin í 5 mörk. Þetta er fljótt að breytast þegar að þarna bolti fara að ganga betur hjá Aftureldingu og þá tæta þeir til sundur. Þegar Elvar og Pinnonen ná saman og þá galopnast og það er það sem þeir þurfa að halda fórum að gera. Selfyssingar með alls ekki fara að halda ykkur fórskoti. Nei, ég hef enga trú að reyni það. Þeir eru
ungir og ákafir sko, en það sé ekki í þeirra bókum. Þetta var lélegt skot. Já, þetta er kannski það sem maður var að tala um. Að svona skot verða alls ekki verið að henda boltana frá sér. En Sölvi er búinn að verja 3 bolta eftir að koma inn og það náttúrulega er bara gríðarlega mikilvægt. Búinn að loka rammanum, ég veit að það er skorað eftir að koma inn á. Nei, ekki eftir að koma inn á. Þá var það afturölding Elvar. Yfir fyttuna, Pinnonen tekur yfir fyttuna, sendur á Jón í gegn og hann skorar. Þetta er ekki flókið. Nei. Jón Heiðar Gunnarsson að skora sitt 5. mark í þessu leik. Þarna eru Elvar og Pinnonen farnir að slíta í sundur vörnina og fyrir vikið bindast bil á milli miðjumannanna og Jón er búinn að fá núna 2 bolta sem hann hefur skilað. Þannig að Selfyssingarnir fyrir að finna aftur taktinn í vörninni. Já, nákvæmlega. Það er stóttið niður hérna hjá þeim. Sjá hvað þeir gera hér úr þessari sókn, missa boltan, þetta er einbeitingarleysi. Það var Einar. Já, Gunna, en hver annar en Sölvi. Og hér keyra þeir upp, Pinnonen kominn í gegn, keyrir og skorar. Nei! En sjá þetta frákast, já, Árna! Hann skorar. Frábært. Já, Árna Braga Eyjólfssyni tók þetta frákast með stæl og minka munin hér í 3 mörk. Frábær kafli á Aftureldingu og það er maðurinn sem má eigna sig það er Sölvi Ólafsson. Já, hann var sterkur inn og verja 4 skot og síðan er bara allt annað að sjá til þeirra í sókninni. Boltinn gengur hraðar, miklu meiri hreyfing bæði Elvari og Pinnonen og það er það sem er að skila þessu. Pinnonen fór í gegn núna miklu krafti og klikka á skotinu en Árni Bragi kom og hittir boltan glæsilega í netinu. Já, vel lesið á honum. Og minka munin hérna og nú var Þorri leikur aftur. Já, þetta var fljótt að breytast. Já. 18-21 fer úr stöðunni 14-21 í 18-21. Skoraðir 4 í röð og það var einmitt eftir leikliði sem að Afturelding tók og Sölvi kemur inn á. Þannig að þetta er búið að vera flottur kafli. Gretar Ari búinn að vera frábær reyndar í þessu leiki á Selfyssingum með 12 varða og í markaskoruna var Elvar Örn með 6 hjá Selfyssingum og Jón Heiðar með 5 skoruð mörk. En það er eins og Selfoss vörnin hefur aðeins slakað og svo náttúrulega hafa þeir verið að fá aðeins auðveldari færi með markvörslunum frá Sölva. Þeir eru að keyra á öðru tempói. Náðu að gera það vel. Það verður að sópa gólfið. Þá getum við hafið leikinn aftur. 20 mínútur eftir. Nóg eftir. Já, hellingur eftir og Hergir komin á miðjuna hjá þeim. Já. Við komum með hérna 3 mjög snögga hér fyrir utan. Þegar Selfyssingum. Andri og Guðjón í hornunum. Guðni á línunni. Teitur með sendinguna. Guðni losa boltan. Og þetta er mark. Það var með herkjum að Guðjón náði að skora hjá Sölva. Það var 5. mark hans. Það var ekki mikill ágangur því. Sölvi var alveg í þessu bolta. Það var óöfinn að verja hann ekki. En Guðni hérna, hann var með engan í sér, lét boltan. Já, skila hann út í horni. Já, eins og sagðan, þá var 13-11. Já, þetta var ekki gott skot hjá Pinnonen og Gretar hirt hann auðveldlega. Þetta var sóknin var alla byrjuð og það var ekki miklu jafnvægi fast mér. Nei, sem sendi ekki í hornið. Skiptaði Teitinn á, hér býði eftir honum. Og Teitur sé ekki búinn að skora í leiknum. Nei. Þá er hann búinn að, eins og ég sagði hann búinn að eiga einhverja 15 sendingar og tekur mikið til sín. Hann er búinn að eiga 3 tilraunir sem hafa ekki gengið upp. Nei, það kemur hjá honum. En hér er það Teitur. Hættir við, kemur á Elvar. Hergir með skot. Það er varinn, Sölvi. Hann er kominn 5 skot varinn. Já, hann er að tína þetta inn hérna. Hægt og rólega. Og, býtum nú við. Það Gunnar fyrir hann eitthvað í andlit á honum, en
Dómarinn sá það ekki. Þetta held ég bara óvilja verk og óvilja verk. rekast þarna saman og Helgi ætti nú ekki að vera á væli við þessu. Sjá Tate, þarna kemur hann. Sterkur þessi strákur, 18 ára kvikindi sem maður getur sagt og það erfitt að stoppa hann. Það var Elvar, Birkir. Sjáðu Guðna, frábær vörn hjá honum. Elvar kemur. Elvar fyrir boltan, Andri dauðafrýr en boltin Guðjón hérna, kemur. Guðjón. Og hann skorar. Guðjón komið 6 mörk. Guðjón búinn að vera mjög öflugur. Kom inn á, eftir 15 mínútur. Er það skipt fyrir hálfleiknum jafnt á milli þeirra. Hans og Alexanders og hann er búinn að virkilega öflugur einn. Nýta sénsinn svo sannarlega. 24-18. Guðni, hann víti að reyna að stela þessu. Það er gaman að sjá hann varnarleik. Þeir eru alveg óhræddir við að brjóta sig út og trufla og það hefur ítrekka gefið þeim fína sénsa. Nákvæmlega, Elvar er að skjóta þarna. Hann gerði þetta bara í hálfkæringi. Greta Ver þarna. Þeir eru að þvinga þá í erfið skot. Þannig er Selfyssingarnir búin að ná taktinum aftur í varnarleikin og það er búin að skila sér í 3 góðum vörlum hérna. Elvar hefði náttúrulega að gera betur hann. Hann gerði þetta ekki að nógu mikil krafti. Hann verðist einhvern veginn bara ekki verið að komin í sitt besta form. Hann er náttúrulega erfið meiðsli fyrra og truflaði mikið. Nákvæmlega. Gróttumenn að vinna fram 18-14. Í hinu leiknum sem er í gangi. 2 mínútur að Gunnar. Gunnar að fá aðra bolti sem sína í þessu leik. Það var gaman að sjá hvað Selfyssingarnir gera núna. Þeir eru búin að vera að spila mjög vel sóknarleikinn einum fleiri og hérna setja hér Elvar inn á. Hann var að fá smá hvíld en hún var hent strax aftur inn á að því að hann er mjög góður í þessari stöðu. Þeir hafa alltaf fengið mjög gott færi og þetta var þrengsta færi. Þetta var Guðjón alltaf búin að vera svaka heitur. Elvar með lélega sendingu. Gretar stígur á línuna þarna. Hræðilega sendingu fram. Þetta er í annað skipti í röð sem Gretar stígur á línuna þegar hann kastar. Ég sá það á hann líka. Og þeir taka ekki eftir þessu þarna. Sýndist að vera Þorleifur. Að vísu telst lína vera hluti af tegnum. Þannig að svo framalega sem að fer ekki yfir línuna þá þarna var hann vel yfir línuna. Þá Sölvi kemur út af og þeir eru ekki tilbúinir. Nei, engin vill fara inn á. Guðni loksins. Þetta var mjög ráðleiðislegt og það var ekki nógu vel planað. Ég er hræddur að við hefum verið fljóttir hérna inn á þessari stöðu. Í gallan dag. Það vantaði einhvern inn að þá var bara farið þá maður hefði ekki átt að vera í þessari stöðu einu sinni. Þeir rettu þessu, Sölvi komst inn á aftur og markið var þó Þeir fá annan séns einu fleiri. 6 mörkum yfir. Þeir koma 7 mörkum yfir. Einar upp og Sölvi les þetta. Einar fær boltan aftur, treðsur í gegn og aftur vera hann og víti. Og Einar brjálaður hann á hliðalínunni. Sölvi ver hann 2 í röð. Þetta var samt klárlega víti. Nú, sjá hvað Sölvi gerir í vítiru. Komið 7 varða. 7 varða og þarna er þetta móti Elvari sko. Elvar. Hann skorar. Elvar Örn Jónsson. 7. markið sitt. Og þá koma afturhalding. Þeir komust hérna nálægt þessu 18-21 en síðan þá hafa Selfyssingar skorað 4 í röð og hafa aðeins það búið að kafla skiptu seinni hálfleikurinn. Selfyssingarnir byrjuðu vel og náðu góðri fórustu, svo kom 4 mörk í röð frá afturhaldingu en síðan komið 4 aftur frá Selfossi sem að eins og þú sagðir áðan Einar tók leikhlé, þá komið 4 mörk í röð, Steppi tók leikhlé, þá komið 4 mörk í röð. Þú sjá hvað leikhlé komið 4 mörk í röð núna frá Einari sko. Hann tók leikhlé. Það væri mjög sterkt núna að fá 4 í röð. Það var að segja alls sér. En þetta er búið að vera mjög kaflaskiptur seinni hálfleikur og afturhaldingsmenn megi ekki við svona kaflaskiptum. Þeir verða nú þurfa að fara að spýta í lóðana og ég varst að ná góðum sóknum að það þegar Elvar og Pinnonen voru saman að krafti en Elvar var komin út af þarna en það sýnist að vera að koma inn og aftur. Það var að fá sér klístur þannig að
Já, þetta Nei, hann sest á bekkinn aftur. Elvar. Já. Hergeir kemur inn á. Það eru komið Árna bara í... Það er búin að breyta hérna smá taktík. Já, Kristinn er komin á miðuna. Nei, ég held að Andri... Jú, Kristinn er komin á miðuna. Gunnar í horninu. Já. Ég held hérna varnarlega að Andri hvað sína sig að var takur umferð. Ég held að það hefði breytið eitthvað en hann var bara hvað sínast. Já. Já, Gunnar komin í hornið. Kristinn, nú verðum við hraðamenn fyrir utan, Árna Braga, Kristinn og Pinnonen, þannig að það er fróðilegt að sjá hvernig þetta næra að opna. Árni fær flugbrutuna, Kristinn hefði getað að fara þarna utanverð, hætti við, Pinnonen, Árni undir skot, Gretar les þetta og Hergeir nær frákastinu. Vel varið á Gretari. 15. varða skotið á Gretari. Já. Það var þvinga skot sem að vörnin hjálpaði Gretari við og fyrir vikið tók að það. Já. Það var það Selfyssingar 7 mörkum yfir og 15 mínútur eftir að þessum leik. Það var það Eyvindur hérna á línunni, Teitur upp, sendir yfir á Hergeir, Hergeir með slæma sendingu. Já, þetta var nú Óþarfi. Andri á. Og afturölding vinna boltan og Kristinn. Það er enginn í horninu, það var einhver misskilningur hana. En Gretar át hann. Hann bara át hann. Gretar misskilur þetta ekki og ver hann að boltan. Já, hann gjörsamlega át hann. Það var gaman að sjá þetta, þetta var dauðafæri. Já, hann beið bara eftir honum alveg. Og ekki smá stórt svæði sem hann fekk hann, en hann bara át hann. Já, það var einhver misskilningur hérna milli. Já, Guðjón var ekki í horninu, ég held að hann hafi ekkert vitað á Gunnari þetta. Ég held að hann hafi bara þetta verið í bakverðinu. Já, það var eitthvað sérkjælilegt þarna. Ég myndi að það verið skotgildra. Já. Það getur vel verið. Ekki trúa því. Gretar að byggja þetta. Já, Gretar alveg vísti þess. Það er frábær vörn hjá Jóni og vinnur boltan og brotið á honum. Já. Við komum boltanum inn í leik en... Þannig að Teitur reyna að koma Andri boltan inn á stoppa þetta. línu. Já, þetta er... Já, ég vilja vera... Einar er að spá í að fara í 7 sóknarmenn. Það er verið að vera með 2 línumenn sko. Ég held að það koma á eftir ef það er ekki að... Já, Pinnonen skorar 3 mark sitt í leiknum. 25-19, leiktími stopp og þurrka hér eftir Jón sem lá hérna í gólfinu. Já, þessi, eins og segi, það er þessi leikur og svo er Grótta Fram sem er í gangi núna þessum Gróttumenn eru að vinna. Svo eru Stjarnan Akureyri, IBF Haukar og FH Valur. Þannig klárast fyrsta umferðin. Þau spá eitthvað verið þá leikið, já? Stjarnan Akureyri? Sko, Stjörnin er spá góðu gengi. Akureyringarnir er að fá útlendinga inn og maður veit ekki alveg hvernig þeir eru. Þannig að sá leikur er bara 50-50 og það er bara lið sem er grimmar að það tekur hann. IBF Haukar líklega menn spá að það sé bara toppslagur í fyrstu umferð. Eyjamenn sterkir á heimavelli og þeirra menn að vísu ekki allir komnir í góð stand. Sigurbergur og Róbert þegar smá í land og þannig Haukarnir vinna hann leik. Þeir eru bara FH Valur. Mjög skemmtilegur. Ég held að FH bara byrji vel á heimavelli að vinna. Já. Sjá til hvernig það fer en þessi leikur langt frá því að vera búinn 1925 gestunum í vil. Hér er Einar að komast í gegn. Brotið á honum. Og spurning hvað Selfyssingar gera hér og þessari sókn Einar pittar Birki glæsilega og bolti yfir á línu. Eyvindur Hrannar, já. Já, Eyvindur Hrannar skorar sitt fyrsta mark. Einar sótti þarna vel að fekk menn í sig og galopnaði fyrir. Þeir eru mjög duglegir að finna línumennina, Selfyssingarnir. Við höfum ekkert séð afturöldingu fara í 6-0. Já, að byrjuðu seinni hálfleikinn held ég að hluta til þannig. Já, ok. Það er gaman að sjá hvernig þeir... Hér er 2 mínútur. Já, Sverrir lendir hana. Það var Hrannar sem er ekki núnt að... Það var Hrannar. Eyvindur Hrannar, það kallaðar Hrannar. Minnir það. Bara, best að nota bæði nörnum. Já. Það fóldra hans ég að hlusta, þá vil ég auðvitað nota bæði nörnum. Nú er möguleiki fyrir afturöldingu að vinna sig inn í þetta. Þeir verða að koma með góðan kafla núna til þess að þeir eru lengi að setja upp, finnst mér. Pinnonen inn á miðuna. Árni keyrir gegn og skorar. Galopnast.
Þetta var auðvelt. 5. mark hans í þessu leik. Minnka munin í 6 mörk, 20-26. Við erum eftir á 10 mínútur eftir. Já. Þarna tekur Selfoss markmanninn út af og ætlar að spila 6 á móti 6. Já, Einar Andri vill fara strax frá leikleysu. Já. Þeir eru svo sem ekkert að flýta sér, það er alveg rétt. Pétur, Einar. Elva með stórt svæði og Birki. Já, hann nýtir sér það. Og 2 mínútur líklega. Þarna gera þeir vel. Þeir einangra þarna Elvar einan á móti Birki á mjög stóru svæði og Birkir er ekki svo hraðast af fótunum og fyrir vikinn er Elvar að brjóta sér hérna í gegn. Já. Þannig að þetta er líka mjög vel gert. Já, fiskað út af og hann hérna lögðu þetta mjög vel upp. Það var bara flott þeir stórt svæði sem Elvar frekk þarna. Vel undirbúnir hérna fyrir þennan leik Selfyssingar, náttúrulega mjög greinilega. Já, það er Pinnunen. Átni í horni. Gestur. Já, vel gert hjá Gest. Gestur Ólafur Ingarsson. Hann var að spila með 20 ára landsliðinu líka. Hann og Birkir voru þar í afturhendingu. Já, Gestur var að vísu ekki á lokamótinu, hann fór með þeim í söður í sumar á æfingamót. Og hér er Guðni. Enn einn sendingi frá Teit sem Guðni klárar í markið. Guðni. Teit eru búin að dæla á línuna. Með 5. mark sitt, aðan Guðni. 5 hér á móti 6. Guðni. Skref á Guðna. Markið er opið, hvað gerir Gretar? Gretar tekur skotið en þetta var lélegt skot. Já, þetta var lélegt skot. Gefa 0 fyrir þetta. Já, þetta var ekki. Pinnunen Betur þetta bara í háum boga, þannig að þeirra djerfu, en hann langaði að skora þarna. Já, hann gerði það. Það var að Pinnunen komaður inn á... Sverrir ekki tilbúinn maður. Þetta var of góð sending til þess að grípa þetta. Það var Einar sem kom inn á. Einar kom inn á og hann bjóst ekki alveg að fá þennan bolta. Nei, sendi bara beint á hann eins og hann væri skitta á leiðinni í gegn. Í 8 mínútur komar eftir. Pinnunen hætti við. Átni. Pinnunen. Guðni. Pinnunen upp. Það er ekkert að gera, hendin uppi. Það er að koma boltanum inn á Rafn. Góð fyrst Guðna, hann sló bara boltan úr hendina á honum. Veit hann vel þarna. Hendin uppi, þeir verða að skjóta. Átni verður að skjóta á Pinnunen. Tekur skotið, Gretar verður það. Gretar tekur hann. Gretar að verja. Hvað er sitt? 17. skot. 17. skot, já. Hann er alveg með þetta, drengurinn. Happafengur fyrir Selfyssinga. Gríðarlega happafengur, eins og ég segi, þetta er bara efnilegasti markmaður landsins og frábært fyrir hann að fá núna bara helst í alla vetur að spila 60 mínútur og vaksa á dafna sem markmaður. Og hann er bara klárlega einn og næsti alhansmarkmaður. Já, ég er alveg sammála því. Nú er Elvar tekið Teitur í gegn og þrumar um nýtt. Þetta kallast að sópa með upp úr skónum. Já, þarna reyndu þeir að taka Elvar úr umferð, þá stækkaði plássi fyrir Teit og hann bara labbaði hann í gegn. Gríðarlega öflugur strákur og við möttum að sjá flotta hluti frá honum í mitt. Hann er bara komið 2 mörk, bara 2 stegi, 18 ára strákur. Er búinn að eiga 6 eða 7 stóðsendingar og taka mikið til sín. Þannig að þetta er strákur sem óður að vera gríðarlega flottur í mitt. Nú er það konum með 7 í sóknina og þeir eru alltaf að reyna þetta og þetta er kannski full seint í rassinn gripi finnst mér. Það er, en sérðu? Opnast að fá færi. Greta verða. Þetta 18. skoti sem að ver. Frábær. Mér finnst gaman að sjá í vörninni á Selfossi að þeir eru stundum að rjúka út eins og Guðni núna. Það er ekki alltaf skynsamlegt og stundum gal opnar það, en þetta er fipandi fyrir sóknina og þeir verða óöruggir. Já, með svona markmann bakvið, þannig að það kannski leifur þeir ýmislegt. Já. Nú eru takkaðar áfram Elvar umferð. Þá reynir á varnarmenn afturheldingar með stærra pláss og þurfa að taka vel á þeim. Framararnir komnir yfir 22-21 á móti Gróttu. Hörkuleik og þar. Einar með skotið. Svolítið bráður. Birkir með hávörðina. Vinnur boltan aftur. Selfyssingar eiga bara skynsamir og gefa sér tími í þetta. Skref á Teit á vandarlega.
Birkir Elvar, hann sterkur þegar hann kemur svona ferðinni og þessi sveita góð. Já, frábær henda en þeir setja hann bara í erfiða stöðu og Greta verð. Það bara, þetta uppskriftin. 5,5 mínútur eftir. Uppskriftin að þessari stöðu það að vörnin búin að spila mjög vel og hjálpa Gretari og Gretar búin að vera frábær fyrir aftan. Nú það Árni Elvar. Pinnanen, hann gerir þetta frábærlega. Stekkur hátt upp í loft og pandar 2 mínútur. Þetta finnst mér nú sérkennilegu dómur. En Pinnanen með sitt 4. mark og fiskar leið Einar út af. Já. Þarna fannst mér nú Afturhalding búin að vera 10 mínútur út af á maður. Selfyssingar 8 mínútur í leiknum. Við taka Hergir út og hann fær boltan en Jón gerir vel hérna, stígur fyrir og ætlar að reka hann út af eða eitthvað. Það rekur Árna út af. Árna fyrir að hrinda eiginlega Hergeri á Jón eða. Þannig að það eru konar 12 mínútur út af hjá Afturhaldingu. Já, þetta var kannski ódýrt á mínum mati. Góð varnarvinna hérna Jóni, hann steig hérna fyrir hann. Það er spurningu hvað peysu tók hjá Árna. Hergir teitur upp, tekur skotið en frábær hávörn hjá Jón Heiðari. Ára Elvar, þeir eru konir í 4-2. Teitur sendur í hornið og hann reynir að snúa, hann gefst frákastið aftur. Ver Sölvi. Sölvi tók 2 þarna. Já. Kvöli 10 skot. Guðjón þarna með fínt færi og Hergir líka. Já. Það var ekki komað boltanum inn í. Þá 4 mínútur eftir af þessu leik og 7 marka munur. Það veit nú aldrei segja. Gestur með gott mark. Já. 6 marka munur. Annað eins hefur nú gerst en maður kannski ekki að sjá það alveg í þessu leik eða hvað. Það er ná að jafna þetta. Aldrei að sé aldrei, það er bara ef að kviknar á afturhendingu þá geta þær alveg fjöndan. Já. Það hefur verið svolítið djúpt á þeim. 6 marka munur en við Teitur og í hornið og Andri tekur skotið. Hérna að taka frákvæmstin, það er dýrmætt. Já. Kemur Hergir, hann fær 2 mínútur núna eða hvað? Nei, hann sleppur. Enda hann kannski beigði sig hérna mikið niður til þess. Og Elvar. Víti á 2 mínútur á Birki. Já. Geriðilega vel gert. Elvar búinn að hafa frábæra leik. Alveg frábæra leik. Hann er komið með 8 mörk og er þarna fiska víti sem að ætlar hann ekki taka það sjálfur eða? Já, hann verið vítskiptan. Já, Hergir réttur á boltan. Já, 9. mark í staðinn. Elvar Örn Jónsson með sitt 9. mark í leiknum. 30-23, það er 3 mínútur eftir. Þetta er svona, þetta er orðið mjög erfitt. Já. Guðni að tröfla þarna pinnunum. Guðni búinn að standa vörðina rosalega vel á móti pinnunum. Og hér slútað. Já. Og það er Gunnar. Kristinn Hrannar sem að skora þetta mark. Skorar annar mark sitt í þessum leik. 24. mark Afturhaldingar. 6 marka munur. Og öllu líkindum Selfyssingar að fá sín fyrstu stig. Já, búinn að spila bara mjög flott í þessu leik. Hér er Teitur, hann tekur skotið, sendi ekki hóttið hann að Sölvi verið þetta. Sölvi búinn að eiga flotta innkomu í seinni hálfleik. Ára Elvar, Árni, Sölvi kemur út að gesturinn. 2 mínútur eftir, innan við 2 mínútur eftir.
og já, ég mun kannski geta kallað hérna að Selfoss sé komið með fyrsta sigur sinn í þessu móti. Gretar með skotið og það er yfir. Já, þetta var... Það komið 2 skoti í þessum leik. Gretar, bæði klikkað. Það var Pinnonen, tekur skotið og þetta hávörnin er frábær. Og aftur reynir Gretar sendingu fram og hvað? Já, Guðjón Ágúst nær ekki þessum bolta. Annar bolti sem hann fær svona fram að hann kannski full neðarlega. Þegar boltanir eru að koma, hann er ekki að grípa á. Frábæra hávörnana hjá Einari. Elvar. Árni. Oj, nei, stórkostlegt mark hjá Pinnonen. Og Árni las þetta glæsilega. Og skipta Selfyssingarnir inn á hann, nú er komið strákur inn á hann nummer 25. Já. Það er 15 ára strákur sem er gríðarlegt efni. Já. Haukur Þrastason, hann í bikarúrstaleik í 4. flokki síðasta vetur, þá skoraði hann 21 mark úrstaleiknum sem Selfyssingarnir unnu. Það þeir hafa unnið á þetta. Já, það er gríðarlegt efni. Frábær sending, Magnús Öder er það komin líka inn á sem átti frábæra sendingu inn á Guðna. Guðni kóróna sinn frábæra leik og skrifa Elvar. Og hér keyra þeir upp. Gretar á Guðna. Guðni með skotið og skorar! 7. markið sitt í leiknum og loka mark leiksins. 32-25 Selfyssingum vil. Ég ætla að skella mig niður og ná viðtölum. Þú, Árni, fer kannski yfir markaskor. Já, ég geri það. Þetta var eiginlega ótrúlega samfærandi sigur hjá Selfyssingunum. 7 marka sigur og þeir náttúrulega áttu 2 mörk í hálfleik, byrjuðu seinni hálfleikinn af krafti og bættu síðan onaða. Þannig að það var virkilega gaman að sjá til þeirra þessi leik. Þeirra markahæsti maður er Elvar með 9 mörk, Guðni með 7, Guðjón Ágústsson með 6. Og hjá Aftureldingu er það þannig að markahæstu menn með 5 mörk eru Árni Bragi Eyjólfsson, Jón Heiðar Gunnarsson og Mikk Pinnonen. Markmenni Gretar átti stórleiki mark í Selfoss með 18 skot. Sölvi Ólafsson kemur inn á í seinni hálfleik fyrir Aftureldingu og hann með 11 bolta varða sem var gríðarlega flott hjá honum. En það dugði ekki til þess að koma Aftureldingu inn í þennan leik og þeir voru í bara vandræðum með sterka vörn. Afturelding með 2 stóra menn á miðjunni og náði að loka vel á og hreyfanlega bakverði. Þannig að varnarleikurinn hjá Aftureldingu skipti sköpum og frábær markvarsla í kjölfarið hjá Gretari. Og mér sýnist Freyr vera að ná Stefán Árnasyni í viðtal og hann kom með Daða Hafþórsson líka.